Heimarafstöðvar knúðar með vatnsafli. Út allt land eru ótrúlega áhugaverðar minjar sögu heimarafstöðva. Ég heiti Þórður Boga, við skulum skoða saman. Í samantekt Ólafs H. Óskarssonar sem kom fram í lesbók Morgunblaðsins 5. október 1969 var Bílsfell fyrsta rafvædda sveitabýlið á Íslandi. Ég heimsótti bændurna á Bílsfelli, þau Guðmund og Kristínu, og þau sýndu mér grein Ólafs sem þau höfðu geymt. Bóndinn í þá daga, Guðmundur Þorvaldsson, hóf búskap á jörðinni 1910. Hann hefur líklegast kynnst fyrstu rafstöð Íslands sem var í Hafnarfirði, sem Jóhannes Reykdal reisti árið 1904. Þannig að 1911 hóf Guðmundur undirbúning að koma sér upp sinni eigin rafstöð. Við Bílsfell eru nokkrar uppsprettur þar sem vatnsrennsli er allt árið og þær frjósa ekki. Fyrsta húsið var hlaðinn torfkofi og þar var sett undirvatnshjól og rafallinn var 370 watt, svona ca. 5 perur. Hún var gangsett 1912. Margir komu að skoða þetta framtak og meðal þeirra var Bjarni í Hólmi. Síðan í framhaldi var grafinn skurður til að veita læk ofan í farveginn og síðan var byggt nýtt stöðvarhús og sú endurbætta rafstöð var í notkun til 1955 eða 6, en þá fékk Bílsfell rafmagn frá Soginu.